Komiði sæl, við sjáum hér á yfirlitskortinu djúpa lægð suður af landinu og það var svolítið hvöss austanáttin við suðurströndina í dag, rétt 20 metrar á sekúndu á nokkrum veðurathugunarstöðum en hitinn á suðvestanverðu landinu, hann fór í 8 gráður á Skrauthólum og Kjalarnesi og svipaða hitatölur var að sjá sums staðar við suðurströndina. En það var nú heldur svalara annars staðar á landinu og við sjáum að það er svona áframhaldandi norðaustlæg átt í kortunum en svo myndast þessi lægðabóla við vesturströndina í nótt og áttin verður vestlægum tíma í fyrramálið. Það er hæði við Grænlandi og hún hjálpar til við að halda þessum lægðabólum sem að myndast hér suður á landinu frá landi þannig að eins og staðan er í dag að þá er nú ekki útlit fyrir að þessi skilagarðar sem að sjást hér bæði á þriðjudag og miðvikudag nái að landi. En við sjáum að kaldaloftið er ennþá í framrás og er hér allt lykjandi. Það er langt í næstu hlýja geira og því útlit fyrir að það kólni nú frekar heldur en að hlýni nokkuð á landinu. En ef við skoðum svo skýjahöluna þá sjáum við að það er ansi skýjað víðast hvar á landinu og í nótt að þá er útlit fyrir að verði slitta eða einhver smá snjókoma hér á suðvesturhorninu og þetta verði síðan slitta og seinna rigning þegar líður á morgundaginn en það má alveg búast við því að á fjallvegum hér suðvestan til bæði þá Hellisheiði og eins á Mosfells og Lyngdalsheiðum verði snjókoma og líklega hálka meiri hluta dags á morgun. Það er úrkomi minna í öðrum landshlutum en skýjað og líklega frost sérstaklega norðaustanlands. En í fyrramáli klukkan 8 þá má sem sagt búast við því að það verði úrkoma á höfuðborgarsvæðinu. Hún verði líklega í formi slyddu fyrst til að byrja með en líklega snjókomu í efri byggðum og eins þá á Hellisheiðinni og eins og ég sagði á Lyngdals og Mosfellsheiðum. En eftir því sem að líða tekur á morgunina þá breytist þetta nú smám saman í slyddu og síðan í rigningu en það má alveg gera ráð fyrir því að akstursskilyrði og hjólaskilyrði verði svolítið varasöm í fyrramálið. Það þarf að taka góðan tíma til þess að komast á milli staða og fara varlega vegna þess að það er örugglega flughált einhvers staðar sérstaklega inn í hverfum þar sem að næra frysta strax eða frysta við jörðu þegar rigningin eða slyddan fellur. Það er ekki alveg að bara samt að leitast í öðrum landslutum þar sem úrkoman er lítilega eða engin en það verður líklega kalt bæði á norðan og austanverðu landinu og vindurinn er nú svona frekar lítill. En síðdegis á morgun þá verður bakkinn ennþá yfir suðvestur horninu verður líklega mestuleyti rigning hér á höfuðborgarsvæðinu en áfram einhver smá snjókoma eða slitta á fjallvegum. Það er áfram mögulegt éljaloft yfir til dæmis Eyjafirði og jafnvel líka til fjalla á vestanverðu landinu en annars er þetta nú svona víðast hvar kannski skýjað en úrkomi lítið. Hiti er víða eða undir frostmarki. Á þriðjudaga þá er vaxandi suðaustanátt og heldur hlýrra við suðurströndina en frost í öðrum landshlutum og líklega bjartviðri en það má búast við því að það verði kannski lítilsháttar væta við suðurströndina en úrkomin lítið í öðrum landshlutum. Það svipað sögu að segja miðvikudeginum, það er útlit fyrir að það verði nú heldur meira skýjað. Það er áfram svalt sérstaklega norðaustan til þar sem að vind hreyfir ekki mjög mikið en heldur svona hlýrra hér við suðvesturströndina og suðurströndina þar sem að vindurinn er sér helst á strik en þó til dæmis uppsveitum suðaustanlands og suðurlandi má alltaf búast við því að hiti fari undir frostmark sérstaklega leið og tekur að skyggja. En á fimmtudag er áfram svipað veður í kortunum, austlægar áttir ríkjandi, bjartviðri svona víðast hvar en mögulega einhver smá éljagangur við norðausturströndina og líklega smá skúraveður eða rigning allra syðst á landinu. En ef við bregðum okkur þá til Evrópu þá er nú farið að kólna talsvert þar. Það er búið að spá því að það verði mikil rigning og jafnvel kuldi, til dæmis í Þýskalandi og í Frakklandi og búið að vara við því veðri. Það er varað við mikilli rigningu í Svartfjallalandi á morgun. Líklega er það vegna skúra sem að myndast yfir Miðjarðarhafinu en síðan er líka rigning á Portúgal og á Norður Spáni. En eftir þessu förum nú sunnar og síðan til Kanaríeyja þá birtir til og hlýnar talsvert. Það er heldur fyrir að hlýna í miðríkjum Bandaríkjanna, þar hefur verið mjög kalt og óvenju kalt með árstíma undanfarna daga. Hitinn orðinn 69 gráður í Denver og líklega fyrir snjórinn sem var búinn að safnast fyrir þar að bráðna en það er ennþá þetta 20 stiga hiti og rúmlega það í Kaliforníu og annars staðar við vesturströndina. En það er semst útlit fyrir þessa slyddu eða snjókomu hér á höfuðborgarsvæðinu strax í fyrramálið. Akstursskilyrði og hjólaskilyrði verða líklega svona með erfiðara móti með það sem hefur verið undanfarnar vikur hér á þessu svæði en það er bjartviðri og kalt í öðrum landslutum og yfirleitt úrkomi lítið. Verið sæl.